Já, Guðjón, erfiður leikur, erfið byrjun og þetta kannski bara eitthvað sem búið að gerast allt mótið, finnst mér. Ég hef ansi mörgu leikjum. Já, þetta búið að gerast í nokkuð leikjum, en já, við vorum að spila við hörku gott landslið í dag og það var bara erfitt að oft á tíðum að brjóta þeirra vörn aftur. Eins og við talaðum þessi 5-0 kafli eða kannski strókum hann út á að þetta verði leikur en það klikkaði. Hvað var leikplanið fyrir þennan leik? Við farið yfir allt leikplanið? Nei, ég meina eins og þessi byrjun, var gameplanið að byrja þetta rólega eða átt að keyra á það? Já, það átti náttúrulega að keyra á það og við ætlum að leysa þeirra vörn miklu betur en við gerðum. En það tókst því miður ekki og því lendum við undir eins og við gerðum. En það var, já eins og ég segi, við lendum bara á vegg hérna í byrjun, því miður. Framhaldið náttúrulega auðvitað hvílast menn og svo taka við mikilvæg leikir í undankeppni Evrópumótsins. Hvernig líst þér á þá leiki? Bara vel, þegar að þeim kemur held ég alveg örugglega. Ég er ekkert að fara að hvílast núna, ég er að fara að skipta búning og mæti núna í vinnuna mína og svo sjáum við til bara hvernig liðið kemur saman eða hverjir eru heilir þegar við mætum næst saman í landsliðið. Það er mikið verið talað að yngja liðið og allt þetta og talað það fyrir mót. Sérðu það fyrir eitthvað að liðið þurfa að yngjast eitthvað? Það er þjálfarans að ákveða það. Það er ekki mitt að tjá mig um það. Það er einfaldlega, eins og ég hef alltaf sagt, bestu leikmennir eiga að spila fyrir landslið. Það er mér alveg sama hversu gamlir þeir eru og þess vegna þurfum við bara að sjá hverjir eru klárir og heilir og fitt til þess að spila núna í apríl þegar við hittumst. En eins og ég líti ekki á passan eða á fæðingarvottorðið á mönnum af því að ef þú ætlar að henda einhverjum 21, 22, 30 ára strákum inn í liði sem ekkert geta í handbolta þá endar það illa, en ef þeir eru mjög góðir í handbolta eru þeir sjálfsögðu velkomnir. En reynslan hlýtur að skipta verulegu máli í svona stórmóti? Já, ég segi getan. Getan skiptir í gríðarlegu máli. Auðvitað kemur reynsla inn í þetta og þú veist, líka bara almennt líkamlegt form og atgerfi og hvernig menn eru upplagðir. Það skiptir öllu máli líka. Takk fyrir, Guðjón.